Velkomin og gaman að fá þig. Takk fyrir, mjög gaman að koma. Og bara góður árangur í prófkjörunni þér. Já, takk fyrir það. Var ekki skemmtilegt? Jú, mikil reynsla og ofsalega skemmtilegt hvað maður er bæðið svona skora á sig, svo kynnist maður svo mörgum nýjum og... Og hvað er erfiðast í þessu? Í prófkjörinu eða bara almennt? Sko, það er alltaf fleiri mínútur í sólarhringinn, en ég held að það sé erfiðast ég held að koma sér í gírinn. Leiðum maður er komin bara af stað og búin að taka sér ákvörðun, þá fyrir allt að smella. Þú hefur mikið áhuga á fólki. Já. Hvaðan kemur það? Það er góð spurning, sko. Ég byrjaði í félagsmálunum í MR því ég var þar og bauð mig fram í svona menntaskóla blað og var þar, komst ég inn í félagsmálin og síðan hef ég alltaf lagt upp með að vera mikið með vinum mínum til þess að finnst það alltaf bestu minningarnar eru þannig að maður sé að gera eitthvað skemmtilegt með einhverjum hópi af góðu fólki. Ertu lífsglöð að eðlisfræði? Já, ég myndi segja það, sko. Svona bjartsýnismanneskja? Já. Ég sá að fylgdir dýrmæt manneskja í viðtalið. Já. Þú ert móðir. Já. Hvað áttu mörg börn? Já, 2 börn. Og það er rétt skilið hjá mér að þú ert einstæð móðir. Já. Og hvernig er að bara raða þeim sólarhring saman? Það hlutverk er miklu erfiðara en ég hefði nokkuð tíman ímyndað mér. Bara, bjóst ekki við því að vera þar nokkuð tíman. Svo krossgötur í lífinu? Já, og hefur alveg svona opnað augum minn fyrir hvað er mikilvægt að gera ráð fyrir að fólk er í alls konar stöðu í þjóðfélaginu og fjölskyldur eru alls konar. Fjölbreytni, já. Einmitt. Og þar, við ætlum ekki að pólitík, en þar kemur Reykjavík inn í og sveitarfélögin að þau eru svo nálægt fólkinu í þeirra daglega umhverfi. Þetta er svo skemmtilegu punktur sem kemur með þetta fjölbreytta fjölskyldulíf. Það er þessi hefðbundna fjölskylda er ekki bara. Er þetta búið að vera þroskandi reynsla fyrir því að takast á við nýja skipan fjölskyldu? Algjörlega, og svolítið stuttum tíma, sko, en ég fengi rosalega mikla og góða hjálp frá fjölskyldinu minni. Já. Foreldrum mínum sérstaklega og fleiri góðu fólki kringum okkur. Ég held að börnin mínum muni bara til lengri tíma litið þetta græða á því að vera í svona miklum tengslu við ömmu svona afa. Þannig að það hefur verið Er það reynsla sem þú átt sjálf? Góður liðin að vita, já. Vera mikið með afa og ömmu? Þau byggur endar í Vestmannaeyjum en ég átti góðan afa í Reykjavík og hann kom reglulega og fór með okkur í bíltúr og fórum í sund og bakarið. Það var svona rútínan. Það var svona afa-ritual eitthvað. Já, og hann var ekkert endilega búinn að láta vita eða heyri með pappa. Hann bara kom upp í Stapasel, þar sem við byggum og bauð okkur í bíltúr, sund og snúður. Tekur þið snemma ákvörðun það að verða lögmaður? Það kom svona út úr, sko, þegar maður var að hugsa hvað ætlar maður að vera þegar maður er stór, þegar búið með MR og ég var að velta þessu fyrir mér og byrjaði reyndar í landfræði. Er það kortagerð og svoleiðis? Já, meðal annars. Þannig að ég er búið með einn kurs í kortagerð og letugerð. Já, það er ekki frekar gagnlegt að kunna það? Já, það getur alveg verið borga sig að kunna á steinskrift og krókaskrift. Já. En það kom svolítið út úr, ég fór í nefnilega svona Asjureisu eftir MR. Já. Og ferðaðist mikið og var au pair líka tíma í Danmörku. Hjá íslenskri fjölskyldu eða danskri? Hjá systur minni sem var þá að klára arkitekturinn. Já. Og það kom vel ekkert til greina einhvern veginn að hætta svona að hugsa allan heiminn þegar ég var búið með þetta ár út í heimi. Þannig að þá valdi ég mér nám í háskólanum sem fjallaði svona náttúrulega bara mikið heiminn og ferðir og hluti af landfræði líka svokölluð svona mannvista landfræði. Okay. Og það fjallar einmitt líka skipulag og fólkið í umhverfi sínu. En síðan tók ég ákvörðun að skipta yfir lögfræðina þegar ég búið með 1 ár í landfræðina og þar kom inn í námslýsingunni fyrir lögfræðina þá sagði ég að það væri gott að vera með góðan grunn í íslensku og sögu og það voru einmitt uppáhaldsfögin mín í MR. Þannig að þú komst vel undirbúin. Já, alltaf ekki. Og líka það sem heitaði mig mikið þegar ég var að lesa MR, það var sjálfstæðisbaráttan, að lesa hana. Hvers vegna? Það var bara magnað að lesa að það hefur verið bara einhver hreyfing á Íslandi sem að byrjar að tala þetta, að við getum
séð þetta sjálf og út frá því hafi bara niðurstaðan orðið eins og hún í dag. Við erum núna sjálfstætt ríki út í Atlantshafi. Þetta alveg magnað finnst mér. Er ástríða þér fyrir pólitík? Hvað segirðu? Er ástríða hjá þér fyrir pólitík? Já, ég alveg klárlega sko. Og hvernig skilgreinir þú þá tilfinningu? Það er bara Það er að ég enda alltaf aftur hér. það er flott, já. Vinir mínu bara, já, ást í anninu frambúðinu. Þú ert dæmd til að koma tilbaka. Já, akkurat. Það er ástríða. Já, akkurat. Það er eitthvað sem að, tógar í mig. Heldur að pólitík sé köllin? Já, ég myndi segja það. En svo veit maður ekki hvað maður lengi í henni. Ég held að sé líka gott að koma með reynslu úr atvinnulífinu yfir í pólitíkina og reynsluna úr pólitíkina og stjórnkerfi yfir í atvinnulífið. Þannig að ég myndi segja að það væri bara gott að hafa þarna flæð á milli og Hérna ertu núna allavega. Já, nákvæmlega. Þannig að svo veit maður ekki hvort þetta sé endastöð eða hvað sko. Þannig að það kemur bara í ljós. Hvað er gömul? Ég er 33 ára. Þá ertu örugglega ekki endastöð. Nei, það er alveg rétt sko. Áhugavert sem ég var að hugsa að þú hefur bara litið á því sem litla stelpu færi aðeins aftur í tíma. Heldur að var pólitík farin að koma í hugan á þig þá? Já, ég var sko, kannski svona komið gegnum bara uppeldi heima. Pabbi er mjög mikið að tala pólitík heima og við okkur og Samfélagsmál. Já, nákvæmlega. Og svo fannst mér áramótaskaupið alltaf alveg ótrúlega skemmtilegt. Sko. Og það var svona velta fyrir mér. Þú gæti verkið því næst. Já, akkurat. Það er spurning, sko. Já. Ég veit að mörgum finnst mikill heiður að lenda í áramótaskaupinu. Já, það er eiginlega komið, sko, vegna þess að þarna suðurskosningarnar fyrir 5 árum, það er enduð í skaupinu. Þannig að ég lít svo að það sé bara komið. Þú ert búin að toppa þetta. Já, þannig það snýst ekki það lengur, nei. Ég er að velta fyrir mér finnst þetta að þroska þig? Stjórnmálin, já. Hvernig? Algjörlega, þetta er bara, mér finnst ég alltaf vera að læra meira að hlusta, og mér finnst það svo mikilvægur partur af þessu að hlusta fólk og það er eitthvað sem maður verið betri í og líka að að þetta er náttúrulega stjórnmál eru bara snúast samskipti í grunninn og það er það sem maður er alltaf að æfast í. Ertu viðkvæm fyrir gagnrýni? Það sé ekki eins og allir að einhverju leyti. Já, hvernig? Tekur henni persónulega? Já, vegna þess, sko, ég held að stafi hjá mér á því að mér langar að gera allt svo vel. Þannig að ef að... Svona fullkomna ára. Já, eitthvað í þá áttina. Og þá, auðvitað tekur mér í nærri sér ef einhver er að gagnrýna og segja maður sé ekki að gera nógu vel. En það er auðvitað hluta af þessu. Það er áver jákvætt að fá gagnrýni. Því það snýst þetta og maður getur ekki verið betri en maður fái gagnrýni. En það er vandi að læra að lifa í veröld með gagnrýni. Og það er erfitt að vera í pólitík að maður endar alltaf með henni í kjarnanum á sér. Það er heilmikið þroska ferli að læra að lifa þannig. Já. En þú ert svo ung, þannig að þú verður í næstu 20-30 árin, það er ekki víst að vera eins og þetta í dag. Nei, það er alveg góða punktur. Það var skoðaninni breyst mikið í lífinu? Síðan ég byrjaði að taka þátt í þessu. 20 ára stelpan í Ammer, hugsar hún eins og sem situr lífsend konan á mótum mér? Já, ég hugsa það, en ekki alveg orðin það gömul hettin ennþá. Sko. En þú ert búin að upplega að vera móður í millitíðinni? Jú, ég hugsa það hafi verið meira svona skóli, breytt meira einhverjum viðhorfum og skoðunum hugsanlega líka. Þú nefndir áðan fjölskyldumunstrið, er eitthvað fleira sem gerðist í þér við það að vera mamma? Já, það er svona... Ég þarf að læra að sinna heimilinu og ég get ekki alltaf bara verið að vinna og ég var alveg bara átt að til að vinna bara frá morgun til kvölds og það er svolítið öðru sem núna að púsla þessu saman og það er mjög þroskandi. En það birtist manni mjög eðlistugleg manneskja. Já. Vinna er dyggð. Já, akkurat. Og það er fyllt þér allar tíð. Já. Heldur það ekki gagnlegt við hann út í krefnum stjórn? Jú, ég byrjaði að byrja mokkan mjög snemma. Var það bara, þú vildir bara vera svolítið ábyrg og sjá um þig sjálf? Já, þá voru foreldrar minni sem voru
átti frumkvæða því. Þetta er uppbyldslegt, Já, það ekki. Það er ekki gott uppbyldi. Jú, mitt og svo er maður bara komin hingað í valhöll, þetta hefur alltaf útpælt. Þannig að þú ert að segja við mig að þú hefur fengið gott veðanist heimann. Já, með morgunblaði og hverju degi. Það er eitt svona rótn en líka bara Já. að maður þurfi að vinna og maður þurfi að bera ábyrgð á sig. Já, algjörlega. Það er það, sko. Það er. Þannig að Ertu með marga góða vini kringu því? já, mjög góða vini. Úr grunnskólanum á ég góða vinkonur og skemmtilega vinahópur úr MR og svo úr lögfræðina líka. Þetta félagslíf skiptir því miklu máli. Já, og svo auðvitað hérna úr sjálfstæðsflokknum. Það er alveg harðduglegt og skemmtilegt fólk. Já. Annars ertu fleiri áhugamál? Já, ég er mér sem gaman ganga á fjöll og hlaupa og hreyfa mig og auðvitað vera með börnunum mínum núna eftir að þau komið til sögunar. Þá áttu líklega minni tíma fyrir fjöllin og hlaupin? Já, ég reyna að undirbúa þau að koma auðvitað með mér sko, þegar þau eru ready. Okay, skemmtilegt. Já. Ertu bjartsýn fyrir kosningarnar? Já, ég held að það er alltaf sko, það er alltaf sækir Reykjavík, klárlega og við getum gert betur. Og hópurinn okkar er þannig samsettur að hann er fjölbreyttur og í bland svona reynsla og ferskleiki, þannig að ég held að það geti bara enda vel. Ég er búin að upplifa það að ég nú hefur verið að spjalla við ykkur að það er bara óvenju mikið mannvala á þessum lista. Þetta er svo flott fólk. Já, gaman að heyra, ég er sammála því. Ertu ekki sammála? Jú, heldur betur. Til hamingju með þig og gangir vel. Já. Gott að taka svona gest með sér í viðtali sem er undir borðin hjá okkur núna. Já. Það er svo skemmtilegt. Já. Gangi ykkur vel. Gaman að heyra, takk fyrir. Já, takk.